Við kynnumst þegar ég var að vinna hjá þér í Epli. Já. Þú átti það fyrirtæki? Ég átti það fyrirtæki. En ég ætlaði að spyrja, ertu ennþá svona Apple maður? Já, ég verð alltaf Apple maður, það bara... Þá getur þú deyr bara? Þá getur ég deyr. En samt núna ég að vinna í allt bransa og þá er alltaf að reyna að pína þig yfir þetta PC-dót, sko. Ég er að pína þig yfir í það? Já, áskilu þetta hitt og þetta sé ekki hægt, en þetta allt hægt, sko. En þú ert ennþá með iPhone? Ég er alltaf með iPhone og ég með Apple 12, ég bara neita að gefast upp. Já. Og það alltaf fleiri og fleiri í fyrirtækjunum en byrja að nota Apple síma, svo þetta svona. En hvað ertu að brasa í dag? Herru, ég hætti þarna á sín tíma og svona það var bara gott. Bara minn tími var búinn. Gekk bara mjög vel og svo ég vildi bara fara að hætta og svo fer ég bara eitthvað að klóra mér og ger ekki neitt sem alveg svakalega leiðilegt. Það er það. Og svo fer ég eitthvað að sjá hvað ég get gert og hvort ég get ekki keypt eitthvað lítið fyrirtæki og svona að skoða nokkra möguleika og svona við séum ekkert í hvað bransa þetta að vera. Svo bara ætla ég endaði með að kaupa fyrirtæki sem að selja þjónusta veitingageran. Sem gekk ekki alveg nógu vel, en ég fíla svoleiðisverkefni. Það var smá svona challenge í þessu, sko. Já, og hvað er það að selja? Það er bara svona eldhús skilur bara eins og Blá Lónir einn af okkur stæðstu kúnum og stóru hótelin og heilbrigðiskerfið og skólarnir og það heitir ekki Bak og Ísberg? Bak og Ísberg, já. Og bara leið og ég stíg inn þá fer vá á hausinn. Þetta er að svipaðum tíma? Já, og svo kemur COVID og flest hótel eru lokuð og langflestir restaurantar. En ég bara svona passa bara í svona rekstri þá maður bara passa eigða minna en meira, sko. En hversu mikið högg var þetta fyrir ykkur þá í þessu fyrirtæki þegar COVID kemur? Það er svona 40% samdráttur, cirka bát. Við erum svona á no-zone, við fáum engar styrki eða neitt svo leið, sko, nema kannski þess að hlutabættur, sko. Þetta er svakalt, maður. Já, en það er bara að þurfa að menna vera góður í þess að reka fyrirtækið. En hvernig líst þér á? Ég meina svo hvernig staðan er í dag? Núna er henni... Það verður ömurlegu vetur. Já, ég held það alveg. En svo verður bara massa partí. Þú heldur það? Það verður bara þannig. Þannig er þetta. Já, á næsta árið þá? Já, ég held það. Næsta haust. Já, það er kannski ári að verði skemmtilegt aftur? Ég held að það byrjar að vera skemmtilegt aftur núna held ég svona áramótin. Þá koma fréttir af þessum bóluefnum. Það verður byrjað að sprauta ykkur Amerikana náttúrulega til að byrja með. Við erum ekki seinust í þessari röð. En það verður góða fréttir og svo verður svona erfitt með þetta er að byrja. Svo held ég þetta verður bara gaman aftur. Þannig að þú horfir með björtum augum? Sjálfsögðu, já. Þannig að þetta er ekkert að taka neitt svona á þig? Þú ert ekkert að detta niður í eitthvað? Nei, ég er svo gamall af því. Það er fyrir 20 ára, það er ég örgulega verið í mínus yfir þessu. Já, það. En það er plósinu að eldast, það svona nennir ekki að standa í að vera stressa sig. Þeir orðið drullu sama? Já, algjörlega. En er það ekki bara gott? Það er bara æðislegt. Já, líður betur þannig? Já. Hættur að vera stressaður og svona bara tekur þessu hverju verkefni, sko. Já, þú ert líka búin að vera í eitthvað svona business og lengi. Já, ég bara alltaf lengi. En hvenær byrjaðu með sjálfstæðan rekstur? Er það ekki svolítið langt síðan? Jú, það er að vera svona 30 ár síðan. 30 ár síðan? Já. Var það Epli eða? Var það fyrst? Nei, ég byrjaði með Akko. Já. Það var svona eiginlega eitt af eldri tölvufyrirtækjum á landinu. Faðir minn stofnaði það. Það var nú aðalega, sko, tölvubransinn var í kringum bara herinn. Þeir voru einu sem áttu svona alveg tölvur. Og ég fer bara þegar hann er að gera við, þá var ég að fara með honum og svona og gætt labbað inn í tölvuna. Það var það þannig. Já, hún var svo stór. Já. En hvað árið þetta cirka? Þetta er svona kringum, hvað að segja, svona 68-9. Hvað, ert þú 61 mótel? Já. Bara lítill strákur? Já. Labbandi inn í tölvur? Labbandi inn í tölvur. Það var ekki Apple tölvur? Það var ekki Apple tölvur, en ég hef alltaf haldið frem að sko, ég sé næst elsti tölvumæðurinn. Á Íslandi? Já, fyrir utan höfuminn, sko. Ég var svo ungu þegar ég byrjaði. Já, þú meina það? Já, en ég hef aldrei kunnað neitt á tölvur. Nei, og ekki ennþann dag í dag, kannst ekki neitt? Nei, mjög lítið. Þú kannt bara selja þér? Já. En saknar þess? Það verið tölvubransunum? Já, þetta er mjög næs bransi. Að hvaða leitið þá? Bara svona, það er rosa hraði í þessu og svona rosa mikið breytingum, þú veist ekkert hvað gerist eftir 1 ár. Nei.
skilju, ef ég ætti bensínstöðar þá myndi ég svona nokkurn veginn vita hvar ég væri, sko. Já, miklu meiri örari þróun í tölvubransunum. Já. Microsoft var risi og áttu bara markaðinn. Já. Og Apple var ekki neitt. Nei. Svo allt í einu Apple orðin risinn og svo það bara, maður veit ekkert, skilur, Apple getur verið litli kallinn eftir 4 ár, sko. En þeir virðast nú vera bara alltaf á uppleið og... Já, þetta hættir ekki, greinlega. Nei, þó að hann hafi fallið frá, Steve Jobs. Já, hann náttúrulega var, þeir eru náttúrulega orðin miklu meira svona mainstream, sko. Þetta breytir svolítið eftir hann dó, finnst það ekki? Jú, þetta var svona meira svolítið svona crazy fyrirtæki, en svona skemmtilegra fyrirtæki. Já, þið fannst það? Já, þetta var allt mjög arrogant. Rosalega arrogant. Svo kemur hann inn í kynslu af fólki og svona, þá kom þetta allt í einu what can I do for you, sem maður hafði aldrei heyrt, sko. Nei. En hann náttúrulega var bara fullkomnuna sinni, þess að náðan svona langt. Algjörlega, hann stýrði svolítið svona, hann var harðstjóri, hefur maður heyrt. Hann var mikill harðstjóri. Já. Og það sagði mér maður sem var að vinna með honum í, var einn af þessum stjórum í Evrópu. Og þeir eru hann eitt fyrir hvert land og svo er einhver Ítali sem er að skrifa niður hvað hann er að segja. Já. Og þá svona horfir hann á mannin og segir, sko, ef þú hlustar ekki á það sem ég segi og manst það, þá hefur ekkert að gera hérna inni, farið bara út. Já, það er þannig. Gæinn bara hægt að skrifa og hlustaði. Nei. Jú. Það er ekkert grín. Það er ekkert grín, sko. Nei. En mér fannst ég nefnilega, þegar ég var að vinna hjá þér á þessu tíma, þegar hann deyr þegar þú ert með þetta. Já. Og ég var að vinna þetta. Já. Mér fannst einhvern veginn bara svona andrúrslofti meira sem á Íslandi. Það bara henni breytist aðeins. Já, þetta bara breytist allt, sko. Já. Það er alveg frekar magnað. Já, svo náttúrulega var kannski smá svona guð að tala inn í þessu, mengi. Já, hann svolítið svona dýrkaður. Já, svolítið stjarnar, sko. Já. Þó hann var eins og hann var, sko. Þegar maður lesið söguna, sko, þá svona þegar maður sagt, nei, ekki gera þetta. Já, þú meinar. Já. En hann var bara snillingur og hann var það, sko. Ég hef svo setna tækifæri að fór ég í höfuðstöðar Apple og hitti það fyrir konu sem var ritarinn hans og var að spjalla með hana og hún var að segja mig hvernig þetta var hjá þeim, sko. Þá voru þeir eiginlega bara á hausnum en hann náði einhvern veginn að púla einhverju $600 million hlutabréfaláni og svo sagði bara, við skulum ekki hafa ákveður næstu árin. Við erum með svo mikið hugmyndu, við erum með svo mikið góð fólki og keyrum þetta svona sem hann gerði og úrvaði eitt stærsta fyrirtæki verðar. Ég meina þeir svona manneskjur, svona gæjar að taka sénsa. Já. Veist, annars náður ekkert svona langt. Nei, engin fæstir myndi þóra þessu, sko. Já, ég meina eins og bara öll þessi stóru fyrirtæki, Microsoft, Apple, þetta byrjar einhvers staðar. Í einhverjum bílskúr eða eitthvað. Já. Annars er magnað að sjá hvað þetta er orðið stórt. Já, bara frábært. Já. En eins og Íslandi líka, finnst þetta ekki að hafa aukist gríðarlega? Jú, það var bara einn og einn nörd sem var með þetta, sko. Já. Kvikmyndagerðar menn og fólk sem var að vinna í prentinu. Ég man einmitt eftir því, það var, ef þú áttir Apple-tölvu, þá varstu bara pínu skrítin. Þú varst bara skrítin. Þú varst öðruvísi. Já. En svo kemur iPhone-in, 2007, ég maður rétt. Já, svo kemur það svolítið iPod-in líka, það er svona, það kveikti í unga fólkinu, sko. Já, einmitt, þannig iPod-in kom. Já, það var svona, þá fer boltin að rúlla, sko. Þá varstu allir komið bara mjög góða liðsmenn sem var ungt fólk. Já. Og fílaði hvað var í gangi, sko. Það var þetta töff. Já. Líka bara all hönnun hérna með svona, þetta er ógeðslega töff. Já, þetta er bara, það var hver einasti millimetr hugsaði, sko. Já. Og bara byrja aftur, þetta var ekki nógu gott, sko. Nei, ég er líka oft sagt við fólk þegar við erum að tala um eitthvað svona PC og versus Apple, að ég er grjótar Apple maður í dag. Ég mun aldrei fara aftur í PC. En þegar ég byrja að vinna við þér, þá hafði ég ekki snert Apple 12. Ég hafði ekki sett stýrikjöru eða neitt. En ég segi við fólk í dag, mér finnst Apple verið miklu notendavætna heldur en PC eða Windows. Það hefur alltaf verið þannig, sko. Já. Þetta var að hugsa þannig, þetta ætti að vera einfalt fyrir fólk. Já. En þetta er ekki fyrir nörda, sko. Nei. Eða svona að þú getur verið að grúskaður í ykkur og... En það er bara svo mikill munur á, eins og þegar ég verið að vinna eitthvað annars þar, þá var oftast PC-tölur. Finnst þetta bara leiðilegt? Finnst bara leiðilegt að vinna í PC? Já, ég bara... Sammálaður. Auðvitað, Apple maðurinn sjálfur. Já. En ég ætlaði að spyrja það út í eitt. Já. Af því að þú ert örugglega einn af þeim fyrstu sem fórst í sótkví í Íslandi. En þú varst út í Ítalíu. Já, ég var, já. Hvernig var það dæmi? Frægastur að þeim, fyrstu. Þú varst frægastur.
Hvernig var það ferli? Það var bara þannig að við erum hann að fjölskyldan á skíðum á Ítalíu og svona þá svona, þegar við komum þá svona, þetta var ekkit alveg svona byrjað einhvern veginn, svo bara einhvern veginn byrjar þetta, það var eitthvað hér að það rétt hjá sem var svo, kom allt í margir sem voru smittaður og þá svona eru menni hræddir, allan að konunnar í fjölskyldinu og hafa byrjað að spritta sig og allt það sko og passa sig og svo bara þetta alltaf aukast og svo bara kemur að ljósa eitthvað sem hafði komið vikuna á undan, hann hafði smittast og var svona fyrsti gaurinn sem hafði smittast og svo bara þegar við komum heim þá bara allt liðið sett í sótkví sko. Og það 2 vikur? Það voru 2 vikur. Hvernig var það? Það var bara hundlegilegt sko. Maður reyndi svona alltaf að vera svo duglegur. Við þá einhver heimilisverk? Nei, bara í vinnunni og svona láta börni læra og allt þetta sko. Svo gekk það nú hálf illa sko. Börni fóru bara verið löt. Og þú ert með 2 litla stráka eða svona minni kantinum? Já, með einn sem er 8 ára og einn sem er 12 ára. Og eru þeir svona ruglaðar á þessum tíma eða? Þeir eru bara, ég kalla á litli og stóru latur. þeir voru duglir til að byrja með. Svo bara einhvern veginn gáðist upp? Gáðist upp og bara PlayStation og allt þetta tótari mætti sko. En hvað varst þú að gera? Ég byrjaði svona fyrstu daginn að vinna. Gæði duglegur sko. Svo bara einhvern veginn rann undan því. Og svo á ég ágætis vínsafn í kjallara og ég ákvað bara að hafa vínsmökkum svona úr 5. Það var ágætt. Þú veitir tímar við það? Já, kannski ekki allar daginn en maður kynntist svona eins og vínu þá. En þú varst náttúrulega bara þegar þú voru sótkví. Þá varstu bara með fjölskyldunni. Já. Það var enginn að koma í heimsókn eða neitt. Nei, þetta svo var maður náttúrulega alveg svo, sko, einhver alien, sko, það voru að fá sendingar svo fyrir utan og en svo sýktist, sko, stjórnka á heimilinu sem er 20, hún sýktist eftir viku. Nú var það? Já, sko, við fengum að fara í test, þannig eftir nokkra daga. Þá fólk færði náttúrulega í hausinn og heldur þetta sé að fá þetta á alla daga. Einmitt. Svo ég og kona fórum með drengina og og svo var ekkert á okkur, þeir vildu ekki fá stelpuna því hún var ekki með nein einkenni, ekkert sem sýndist á henni. Ja. En svo bara eftir viku þá var hún bara orðin svona smá slepp í lungunum og út á heilsugæslu, næsta húsi. Og svo bara hún með þetta. Og þá var hún bara sett inn í herbyggju og bara þar einu í viku. En samt sko, þegar maður fara að skoða myndir frá tíma, þá eru drengirna að kissana og knúsana og allir saman en hún var eina sem fekk þetta. Hinn fengi þetta aldrei. Þetta er rosalega svona ódregnlegur sjúkdómur. Já, mjög skrítið sko. Ég er búin að fara oft í test eftir þetta. Þú er ekki þarft að fara í sótkví aftur eða? Nei, 7, 9, 13. Svo ætti að fara hún eftir hennar þátt. Svo er ég með þetta. Nei, maður má ekki djóka með þetta. Nei, þetta er svolítið leðilegt og bara, ekki bara hvernig fólk verður veikt, það er svo misjant hversu veikt fólk verður, en svo líka bara áhrif sem þetta hefur, bara á allt atvinnulífið, efnahagslífið. Já, þetta er náttúrulega bara ekki gott mál, sko. Nei. Bara mjög margir sem þurfa að vera með loka og fólk getur ekki hreyft sig og það er miklu stærri pakki, sko, þessi ekki COVID pakki, sko, fyrir hausina fólki og allt það game, sko, og allt þetta fólk sem missir vinnuna og tekjurnar og þetta verður hörkumála vinna úr, sko. Ég held það og ég er alveg viss um það að þetta verður rannsakað seinna meir, þessu líkur og ég held að þetta muni hafa svakalega afleiðingar og ekki þá bara efnahagslegar, þetta er líka bara upp á hvernig við eigum samskipti, fólk. Já, gamla kemur ekki aftur, sko. Nei. Það er eitthvað annað sem kemur, sko. Já, það verður kannski svolítið skrítið. Já, það er skrítið, vonandi verður það til góðs. Já, nei, bara eins og þetta, taka í höndina fólki. Já, það er náttúrulega hræðilegt að geta það ekki. Það er rosalega skrítið. Mér finnst það alveg svona pínu óþægilegt. Já. Og líka svo, mér mátti ekki knúsa fólk lengur inni og þetta er skrítið. Þetta er mjög skrítið. Og maður spyr sig að þetta er svolítið persónlegt, þessi tenging hjá okkur, að taka í höndina og knúsa. Já. Ef hún hverfur, hvað þá? Kínverðinir voru búin að æfa sig alls í lengi. Voru bara hérna og með grímur. Já, það er enda rétt. Og svolítið Japan og svona, það er svolítið mikið verið að neyja. Ég held að þeir séu ekki mikið að taka í höndunum fólki. Nei, þeir eru meira svona að neyja sig, sko. Já. Allan Japanin, sko. Japanin. Kínverðin allt öðruvísi, sko. Já. En það verður spurning hvernig það verður. Það verður áhugavert. Já, þetta verður mjög áhugavert, sko. Já. En núna varst þú í sótkví. Já.
Og þú segist það að vera mjög duglega fyrst. Já. Svo byrjar að smakka eitthvað vín hann það. Já. En þú væntanlega gert eitthvað meira. Þá spyr ég þig. Varst ekki að horfa á eitthvað skemmtilegt? Jú, ég fór... Einhverja bíómyndir eða eitthvað? Ég er svolítið dottið í, sko... Náttúrulega ég svo flestir, sko, í þetta Netflix, sko. Já. Ég fara á eitt státtur sem fann það strax, sko, sem var mjög góður Norsemen. Hann er skemmtileg. Mjög fyndinn, svona. Já, grínþáttur. Svona víkingagrínþáttur. Já, með svona alveg fárulegum húmor. Ég lá svolítið í því, svo dætti ég smá vitleysu líka. Hvað var það? Það var hérna í gamla daga, sko, þá var maður að horfa á Walking Dead. Já. Fyrstu seríurnar. Voru misjafnar, sko. Já. Kom hann einn sem var kannski hörkugóð, svo kom bara næsta alveg ógeðslega léleg. Ég múin að, sko, fór hérna í seríu 9 og 10. Já. Það var nú samt gaman en samt svona, ekkert spestöf, sko. Ekki eins gott. Nei. En ertu búin að sjá þær allar? Eða tókstu þér eitthvað pásu og sleftur eitthvað serjum? Ég tók mig pásu nokkur ár, sko. Og ertu ekkert búin að sjá þær? Nei, svo er ég búin að sjá alla seríuna núna. Já, nú er búin að sjá alla seríuna. Já. En fannst þú finna fyrir þegar þú varst í sótkví? Að það var gott að vera með Netflix? Já, mann bara vantar alltaf góða þættir, sko. Já. Það nú svolítið... Ertu meiri í þáttum heldur bíómyndum? Já, svo setjum við. Ég er svona svolítið, sko, þegar þú kemur þína þætti ásuppgjörið, þá náttúrulega hálf skammastímin, ég hef ekki séð neina mynd, voru ekki góðan ég leiðilega. Nei. Maður svona, ég veit að ég er svona meira svona, ég er meira gaman að sjá kannski þýska mynd eða franska mynd, sko. Já, þú fyrir það. En svona Hollywood. Já. En svona stundu, jú, þetta maður inn í eitthvað með börnunum, sko. Ein og eina. Já. Ég er nefnilega ástæður að ég hafði sambandi við þig. En ég hugsaði, ég verði að fá Bjarni í þáttinn. Það er bara gana að kjafta við hann. Af því þú hefur alveg kommentað þegar ég var að skrifa á Facebook hjá mér. Af því ég skrifa alltaf lista í lokás. Við veitum eitthvað smá, þá... Já, en þú hefur kommentað á eitthvað. Ég hugsaði, hann er alveg lúmskur bíókall. Já. Ég nenni samt ekki að fara í bíó, sko. Nei, þú ert ekki þar. Nei, maður gerir náttúrulega rosa mikið að því, sko. Já. En í den. En ég ætla að spyrja út í það, því þú næðist eldri en ég. Já. Þegar þú varst yngri. Varstu mikið að fara í bíó? Það var málið að fara í bíó. Var það? Já, þú hafðir ekkert annað. Já, fóstu bara að þú hafðir ekkert annað, en þið fannst þann skemmtilegar. Já, bara ógeðslega gaman. Já. En manst þetta þessum gömlum bíóm? Já, ég sko, ég fór mikið í Hafnarbíó og svo fór ég mikið í sko Nýja bíó, þá var sko Abba-plánundan, alveg bara mjög hot, sko. Fyrsta myndin og Rocky Horror. Ég fór alveg sko 10 sinnum á Rocky Horror, sko. Í einu mánuði, og það var svo æðislega. Okay. Það var svona eitthvað nýtt. Jú, sko Hafnarbíó náttúrulega var svolítið sérstæð, það var náttúrulega Braggi. Svo fór maður svolítið í Stjörnubíó. Það var meira svona fínna bíó. Svo náttúrulega Tónabíó sem var svona fínasta bíó. Manstu hvort, var dýrt að fara í bíó á þessu tíma? Svona miða við laun og svona? Manstu það? Nei, það var ekkert svo dýrt. Nei. Það var ekkert held ég eins og í dag, sko. Nei. Þessi dýrar, vilt menna þessi dýrar í dag? Já, þannig að ég getur nokkuð sagt til það. Þetta er einhver 1500 kall, kannski miðin, cirka? Já, allir ekki svipað bara. Já, svipað. En manst þú þegar Sambjón komu? Var það ekki svona pínu bylting? Það var bylting. Það var svona aggressíveri í sem gera, sko. Þá var það í Álfabakkinurinn, byrjaði þar? Já, svo var alltaf Háskólabíó líka. Háskólabíó? Já. Það er svona heldur gamalt? Já, það var alltaf stærsta bíóið. Já. Svo náttúrulega komu þessir gaurar hérna í Keflavík, komu stærri bíó með mörga sali, sko. Já, það var Árni Sam, held ég. Já. Svo opnar hann í Álfabakka. Já. Það ekki verið? Byggt það? Jú. Já, ég meni ekki hvernig það byrjaði hann ekki byrja Álfabakkan. Ég myndi að reyna að fá einhvern tengdan Sambjón, Timmy. Það er mest mjög áhugavert. Svona það er sagan hjá bíóhúsum í Íslandi. Já, þeir eru náttúrulega sko væntanlega búin að hitta alveg formúa leikurum og hérna, þegar maður sé á Facebook og svona, þeir eru hitt allskismenn og... Já, allskins sambönd og svona. Já, þetta er örugglega saga, möguleg saga líka, sko. En eins og í dag, þú ert orðinn eldri, og kannski nennir ekki að fara í bíó, þýðir það að þú farir í rauninni aldrei í bíó, eða farir kannski einu svona ári? Jú, ég fer einstakar sinnum, sko. Hver er það sem dregur þá í bíó, eða konan? Það er kannski meira konan, eða börni, jafnvel. Já, það, ertu að fara okkur svona fjölskyldumyndir? Nei, ekki lengur, sko. Ég náttúrulega fór á alla barnamyndirnar, sko, í den, sko. En nú getur maður að fara á myndir sem að er eitthvað gaman að, sko. Ertu að fara ofuritsmyndir eða eitthvað svo leiðis? Já, það er mikið stöf, sko. Margir vilja sjá þær, sko. En ég var alltaf svona, þegar ég er í, sko, eins og í menntaskóla, þá voru menn svona á móti þessu vestanana stöffi, sko. Aha. Já. Af hverju var það? Ég veit það ekki. Bara kúltinu var einhvern veginn þannig.
En hefur það svona haldist í þér? Síðan þá, eða? Nei, svona, já og nei. Ég er mjög gaman að sjá svona einfalda mynd, sko, sem er ekki í einhverju formúlu, sko. Nei. En eins og í dag, nú er búin að breyta svolítið mikið, því að bíómyndir voru svona aðalatriði í gamla daga. Svo verða þættin svo góðir. Sjónvarp verður rosalega vandað. Já, já. Og það eru margir í dag sem kjósa frekar að horfa á sjónvarpsþætti. Mér finnst það svona pínulegilegt að ég er rosalega gaman að þessu formi sem bíómyndir eru. Það er náttúrulega mjög skemmtilegt form. Það er bara ákveðin stemming og það. En svo er líka hitt mjög gott að þú bara stoppa og þú þarf ekki að bíða í viku. Nei. Þetta er ekki eitthvað línulegt. Nei. Og það er svona, ég held nú að kannski, myndi ég segja, uppáhaldsmaðurinn að þessu Steve Jobs í rauninni með þessari byltingu sem hann gerir, sko, þessari stafrænu byltingu. Já, viltu meina það? Já, hann náttúrulega, sko, fer að augra, sko, þessu bíóköllum og öllu þessu og músíkinni. Það er enda góð Hann brýtur múrana svolítið, sko. Já. En svo kannski voru þeir lélegri, bara eins og Apple Music á móti Spotify, skilur, það þeir eru ekki alveg skora mikið þar, þá ég njóti það, sko, en og svo saman með þessar veitur, sko, þeir voru alltaf að selja þáttinn, sko. En nú getur bara... Nú er Apple með sína streymisveitu. Já, hún er ekki alveg komið nógu langt að stað, sko. Reyndar ekki, en þeir eru byrjaðir. Þeir eru byrjaðir að vera svona ágætistættir. Já, byrjaðir að framlega sjálfur. Já, já. Þannig að... Hvað heitir hún íslenska leikona? Ég horfði á þann þátt sem var mjög góður. Og hvað var það? Það man ég ekki. Það er í góðu lagi. En ég ætlaði líka að spyrja því að þú ert Apple-maður. Já. Nú hafa komið allavega 2 myndir Steve Jobs. Ég veit hvort þú sást það bara, fórum við ekki saman í bíó? Jú, við legðum bara heilan sal, held ég. Já, það var Aston Kutcher sem leik Steve Jobs. Já, einmitt. Hvernig fannst þér hún? Varstu það? Ég fannst hún bara lala, ekkert svona... Nei. Þegar þú búin að lesa bókina, skilur, þá finnst hún tölvöld betri? Já. En sástu hina sem kom? Með Michael Fassbender, fjallarinn bara þessi 3 tímabil hjá honum. Það er ekki beint svona venjuleg saga. Já, ég sá hana, Þú manst ekki hvernig það var nákvæmlega? Nei. Ég hann alveg gana henni. Já. Mér fannst hún skemmtleri. Já, ég ætti kannski að fóra á hann aftur. Þú ætti að horfa hann aftur. Apple maðurinn sjálfur. Já. En áttu einhver svona gamlar hetjur? Svona bíó, einhver leikara eða? Jú, það var náttúrulega, sko, Robert De Niro var náttúrulega maðurinn, sko, á þessum tíma, sko. En eins og Eastwood. Ég held að þú fílar Eastwood. Hann er náttúrulega eldri, sko. Ég var alltaf mikið kappamyndunum. Ekki? Nei. Ég var búin að ákveða það bara fyrir þáttin. Ég hugsaði Bjarni Pottið fyrir einhverja kúrikamyndir. Sko, ég náttúrulega er alveg upp með Kanasjónvarpið. Já, ömmu minni og afa, sko. Það leiði yfir þessu, sko. Já. Það hafði rosa gaman kappamyndum. Já. Svo einhvern veginn var það bara búið þá. Já, þú meina það. Já, en svo náttúrulega fannst mér Blazing Saddles. Hún er fyndin. Svo hitti ég Mel Brooks fyrir 2 árum. Hefur þið hitt Mel Brooks? Já. Það var þannig að ég er á matsölustað í París. Og er að borða það með konunum minni og svo er þarna vinnafólk okkar sem var að koma við þarna í 1 dag. Já. Og voru að fara þarna í gegn. Og svo bara allt í henni strollar Mel Brooks inn. Og ég sagði, krakkar, vitið þið hvað þetta er? Það vissi náttúrulega enginn hver þetta var. Kveiktið þú strax? Ég bara, ég svo alla myndina þess. Og ég bara, vitið þið hver þetta er maður? Þetta er Mel Brooks sjálfur, hann er bara á lífi og allt, sko. Og þau náttúrulega verið, við ekki bara tala við hann og svona. Og ég sagði, neini, maður lætur alltaf svona fólki í friði, sko. Svo einhvern veginn endaði með því að þau ná að púlar hann og hann bara kemur á borðið og fer að spjalla og segja okkur brandara og bara ógeðslega fyndið, 94 ára gamall, bara eins og ég væri Mel Brooks mynd, sko. Er hann orðið 94 ára? Já, 95 eða 6 núna, sko. Og hann res? Bara eitur res, sko. Áttu myndið eitthvað af þessu? Já. Það er geggja. Já. Hittir Mel Brooks. Heyrðu, hann har aldrei komið til Íslands. Já. En hann komið til Noregs, svona það var ekki alveg það sama. Já, sagði ég hef búin að koma til Noregs allavega. Já. Og var bara heldur gaman á honum. Hann bara ógeðslega fyndið. Og svo kom þarna eitthvað að lesa með hann, þið vitið alveg hver þetta er. Eitthvað svona umbóð, ég veit ekki hvað að liða var. Jú, ég vissum alveg hver þetta var náttúrulega. En það var gaman að hitta svona mikil grínara, sko. Já, hann líka svona góðsögn. Heyrðu, svo næst ég kom að það, hver heldur að lappi framhjá? Er þetta alltaf að hitta ykkur að fræga í París, eða? Nei, Roman Polanski. Nei! Hann bara býr hann rétt hjá. Ég hefði nú viljað stoppa hann, sko. Já. Ég nefnilega sá mynd, svona fyrsta alveg hryllingsmyndi sem ég sá,
var eftir hann. Rosemary's Baby, já. Nei, hvað heitir þú? Tenant? Já. Örgulega eins og fyrsta sem hann gerir, sko. Já, hún er svolítið, ég hef ekki séð hana, hún er svolítið gömul. En ég einhvern veginn fekk lítinn áhuga á hrollvekjum eftir þetta. Er það? Já. Er það ekki mikið fyrir það? Nei. Að hvað leiti? Hvað, finnst þetta bara aðstæðanlegt? Nei, mér er svo óþægt að láta bregða mér. Já, þú meinar. Já. Þetta hefur alveg áhrif á þig og horfa á svona mynd. Já. Já, það er magna. Sumir meikir þetta ekki, sko. Nei, ég er einn af þeim. Þú ert einn af þeim. Ég get alveg hort á svona mynd, en svona, ég finnst þetta óþægilegt. En gætir, ertu opinn fyrir alls konar gerðum af bíómyndum, nema kannski hryllismyndum? Já. Þú hefur gaman að grímyndum, hasamyndum, spennumyndum? Já. Aha. Ég líka svona documentaries og... Já, þú ert fyrir það? Mjög mikið fyrir það, sko. Hvernig það? Eitthvað svona true crime sögur, eitthvað Nei, þetta getur verið menningu eða eitthvað svoleið, sko. Eitthvað svona fræðandi, sko. En þú tala um að hitta þess að tvo menn, Mel Brooks og Roman Polanski. Já, ég hitti ekki kannski Polanski, en svona hann... Að þú sást hann? Hann gekk framjá. En svo sama veitingastað. Er þetta frægustu menn sem þú séð? Nei, ég sá þessu Charlton Heston á flugvöllunum í Amsterdam. Sáttu Charlton Heston? Já, þá var verið að keyra hann, sko, á bíl inn á flugvöllunum. Það er ekki að djóka. Hvernig er þetta cirka? Þetta er mjög langt síðan, sko. Þetta eru svona... Hann er nú dáinn, kallinn. Já, þetta eru 30 ár síðan, sko. Hann núna verið það þokkalega, eða svona í yngri kantunum þá, eða ekki? Kannski, 60 eða eitthvað? Já, hann var samt keyrður að þeim, sko. Charlton Heston, hann er nú góðsögumæður. Já, hann er legendary, sko. Þannig að þú myndir segja að það var frægast að göra svo hitt? Eða séð? Ég hef alltaf séð alls ekki skoðira, sko. Það finnst bara áhugavert. Já. Og segja hverju frægast ég hef hitt? Nei, hver? Mike Tyson. Já, hann er frægur. Já, ég hitti hann í New York. Já. Flugvöllur þar. Og ég var að mynda mér með honum. Takk í hendur á honum. Já, komið þið sæl. Og ég man hvað ég hugsaði fyrir tók í hendur á honum. Að hann er ekkert svakalega hávaxinn. Nei, hann er lítill. Ég veit kannski ekki hann lítinn, en svona, já, hann er ekki hávaxinn. Hann er svona þykkur. Það sem komið mest óvart. Þá sem ég tók í hendur á honum. Ég er nefndum með frekar litlar hendur. En hann er með svo mikla ramma. Þetta var bara eins og sko, þreföld hendun á mér, sko. Ég man ég hugsaði mér, ok, ég myndi ekki alveg að vera kildur af þessum. Hann er ekki ræddur að fara í eira á þér? Nei, ég var ekki ræddur um það. Nei. En hann var mjög kamó. Já. Hann hún leikið einhverju. Smá leika. Já, Hangover, ég veit ekki hvað sást það er. Jú, alveg það. Jú, ég horfði þær myndir. Já, hann er svona við eitthvað leiki. Já, fína myndir. En eins og með hann, boksari. Já. Er eitthvað fylgst með honum boksa? Þú væntanlega sástu gamla það. Já, maður svo til að datta hans í bóksið, sko. Já, þú veist hann að koma aftur? Já, ég sá það. Hann var að keppa móti Roy Jones Jr. Já. Þeir eru báðurótnir, sko, ég held að Mike Tyson sé 54 ára og Roy Jones 51. It's all about the money. Já, þeir fá örugglega helviti góða pening. Örglandi flankir. En væri maður samt til að taka sér sinn? Heilaskaða og... Eru þeir ekki búin að fá hann bara? Kannski. Þetta getur verið svona, þetta getur mjög hættulegt. Þú bakkar ekkert með það, sko, að þú færið einhvern alvarlegan heilaskaða. Nei, það er bara þannig. Þú veist líka, ok, maður ekki þessi pening. Gæti hann ekki bara leikið ykkur í bíómynd? Já, kannski bara fekk hann þetta auka hlutu þarna og fekk svo ekki meira, sko. En eins og með Netflix, nú ert þú að horfa mikið á það. Alltaf sérstaklega þætti. Já. Þú manst alveg eftir, það er ekki það langt síðan, að það var rosalega mikið af vídeólegum. Já. Það var bónusvídeó, hann með sína keðju, eða þeir eru með sína keðju og alls konar minni líka. Ég vann með sér svona, en það í hverjunni það sem ég var að vinna, og bjó líka, það í skipholtinu, það var sjoppaðar, og svo var svona kepp, eða svona, og kannski unnið innegn fyrir 15 krónur, það komst með nýtt nafn á sjoppuna. Nú? Já. Og ég kom með hugmyndina James Bond og fekk 15 krónar innegn. Ég skjátt það. Nei. Þetta er góð saga. Býtum að það hugmyndið þín? Já. Það var vídeólega sem hér James Bond? Já, skipholtinu. Og og ég, 15 skall. Býtum þetta er alveg, hvað ætli sé langt síðan? 35 ára eða eitthvað? Það fyrir allt sem þú tala núna er allt mjög langt síðan. En það er svo gaman líka. Já. Það var svona aðeins öðruvísi. Ok, James Bond var þín hugmynd. Já. En ertu James Bond maður? Já, ég er James Bond maður. Já.
Áttu eitthvað svona uppáhalds? Ef þú manst þetta hverju eru búin að leika hann? Já, ég ætla ekki Sean Connery. Já, ég sammálaður. Svo náttúrulega var hann Roger Moore náttúrulega líka svolítið, hann var náttúrulega líka í Dyrlingnum henni, Einmitt. sem var mjög vinsalið þættir hjá unga fólkinu. Hvernig fannst þér Roger Moore? Það var ekki, svona eftir að var hann ekki stórkastlu leikari. Nei, mér fannst það líka eitthvað að ég ólst upp við þetta. Pabbi minn jafngat þér, 61 módel, og hann var alltaf að sína mér bíómyndir, það hann kemur á heiminn. Og ég mani með þetta því ég var að sjá James Bond. Og Roger Moore var svona fyrsti gæði sem ég sá James Bond. Og hann var lengi vel minn James Bond. Svo til ég fór að horfa á þetta sjálfur, því ég var aðeins eldri. Það var Connery rústaði bara öll. Mér fannst það. Það var langt bestur, sko. Langflottar. Allir sem hafa einhvern veginn komið hann eftir eru bara ekki alveg nógu góður, sko. Nei, og því líka, maður ber það einhvern veginn alltaf við, saman við Connery. Já, hann er illa maðurinn, sko. Já. Í þessu geimi, sko. En eins og með hann til dæmis er hættur að leika. Já. Hann er örugglega 92 ára eða eitthvað. Þeir eru allir bara hann, þessi guðra, sko. Já, það var svona gamlir og mér átti að þykja mjög sorglegt þegar þeir falla frá. Þetta eru svona góðsagnir og ég veit ekki, ég þekki sem enn ekki neitt, en það er sem einhvern veginn hugga með að vita að þeir séu á lífaukstar. Labbaðu og spila golf. Já, hann greinlega bara farið vel með sig. Já, það hlýtur að vera. Og glamorsögut, það sé alltaf einhverjar í kringum þetta lið, sko. Já, þetta get ekki allir, þeir eru ekki allir rockstjörnur, skilurðu. Nei. Það getur ekki verið. Nei. Allir í ykkur sukki og rugli. Nei, það kemur fljótt frá mönnum, maður. En eins og með Connery, fannst hann skemmtilegur leikari fyrir utan James Bond? Já, var eitthvað svona. Já. Manstu þetta er Untouchables með Robert De Niro sem Al Capone og Kevin Costner sem Elliot Ness. Þú hlýtur á fíla sósmyndir. Já, ég gerir það. Ég fyrir orta fulla myndu, sko, þess að ég lélur í dag, sko. Já. Mér finnst eins og Anthony Hopkins, mér finnst hann svolítið svona við hliðin á Connery. Já. Einn af þessum gamlu. Já. Yfirbúra klassísku leikaru, sko. Hann er það. Hann er ennþá flottur. Hann er mjög flottur, sko. Já. Það er bara eitthvað við að horfa á þessa leikara. Sérstaklega þessa gömlu kynslóð. Af því ég er svolítið gana að fara tilbaka, horfa á kannski gamla myndum með Robert De Niro eða Hopkins. Mér finnst það bara leikarar í dag, mér finnst þeir ekki eins spennandi að þessir voru þegar þeir eru uppsett besta. Ég veit ekki alveg hvað það er. Nei, ég er sammálaður. Ég er með þess að hættur að þekkja það. Já, ég skil hvað við. Þetta er ekki alveg sama eins og í gamla dag. Þú varst með Paul Newman, Robert Redford, Al Pacino, De Niro, Hopkins, svona leikara. Ég er ekki alveg að sjá svona lið í dag. Mér finnst það leiðilegt. Þú nefndir hann einn minn uppáhaldsleikara, Al Pacino. Já, þú fílar hann. Alveg mjög. Já. Hann er. En sástu núna þá nýla Netflix-myndina, The Irishman? Já. Fannst þú ekki skemmtilega? Hvernig varst þú hún? Jú, mér finnst að, þetta er svona, eins og maður sagði, I've seen better. Já, þú meina það. Fannst þér Goodfellas betri og Godfather betri? Já, en það var fínt stöf, sko. En hitt var einhvern veginn svona, kannski er bara, skilur fortíðin orðin miklu stærri en nú var. En þegar þú til dæmis, ef þú horfir á gamla mynd aftur, gerur það eitthvað? Ertu að horfa aftur á Godfather eða eitthvað svolítið mynd? Já, ég ger það. Já, hvernig finnst þið það? Mér finnst það bara æðislegt. Ég horfi mjög oft á Braveheart. Æðisleg mynd. Bara, meistaraverk. Já, æðisleg mynd. Og bara veist hvað, þetta verður fjara undan Mel Gibson, kemur tíðina. Já, hann átti slæma spretti, svona í engalífinu. Já. En þá ætla ég að spyrja líka út í það, af því að þú sést horfa reglulega á Braveheart. Og þegar leikarar eða leikstjórar klikka svona í engalífinu, eins og hann klikkaði illilega, hann Mel Gibson, hefur það áhrif á þegar þú horfir á Braveheart? Nei, þú nærði að kötta það. Já. Myndin og sagan er svo góð, sko. En svo kemur Spacey. Geturðu, nú er hann búin að lenda líka í liði. Já, kannski öðruvísi. Já, þú meira það. Heldur það hefði áhrif á því? Ef þú myndir að horfa aftur á Seven eða? Nei, ég held ekki. Nei. Já, nei. Ég er svolítið sammála þér. Ég næði að kötta á það, sko. Já, ég meina þú ert bara að horfa á einhvern gjörning, sko, sem kemur ekki einhverju öðru við, sko. Líka því við erum að horfa eins og í Braveheart. Þú ert ekki að horfa á Mel Gibson, þú ert að horfa á William Wallace. Þetta er sagan hans, þetta er karakter, þetta er persóna. Já. En samt er stemmingin, skilur, þú má enginn allir að hætta að horfa svona og allt það, sko. Hvað finnst þú það? Mér finnst það bara svona, ekki góð stemming, sko. Mér finnst alltaf að refsa fólki ef það er, sko, búið að hafa sér illa og allt það, sko. En þessi stemming er kannski ekkit svona my favorite, sko. Nei, ég er svolítið sammálaður. Líka því að eins og með Kevin Spacey, hann skýtur på bak. Já. Og hann er ekki að fara að leika, hann er örugglega ekki að fara að leika aftur.
Mér finnst það mjög hæpið að hann verði áberandi í sviðsljósinu næsta árin. Og ég er alveg sammála því að sjálfsögðu. Hann braut af sig þessi maður. En mér finnst það skrítið að ég má ekki horfa á gömlu myndirnar hans. Já, það er svona hálf ansnæli, sko. Sérstaklega að það voru góðar. Nákvæmlega, bara eins og Seven sem bara eina mínum uppáhaldsmyndum. Já. Og hvernig fannst þér hún? Mér finnst hún mjög góð. Hún er svona grófari í kantinum. Já, hún er grófari, já. En ekki beint hryllingsmynd. Nei, svona alveg næstu í bráðum. Hún er svona næstu bæði við. Já. Er ekki sem meira svona thriller? Já. Líka bara góð saga. Já. Það er alltaf gaman að góða sögum. Já. Sama hver hefur gert í þessum þáttu. Löngu setna það. Á ekki skipta neinu máli. Nei, ég sammálaður. En eins og með bækur, finnst þið gaman að lesa? Ég les mjög mikið, sko. Lestu meira heldur en að horfa á sjónvarp? Þetta gerist í svona bylgjum. Já. Kannski bara lesi alveg bara mökka bókum og voru ekkert á sjónvarp. Hvernig bækur lestu þá helst? Ég lesi voða mikið bara skáldsögur. Þú trefnir þeim? Ég er mjög hrifinn af skáldsögur, já. Og stundu detti í svona í sagnfræði. Ég er mjög gaman að sagnfræði, en bara góða skáldsögur eru alltaf besta. Ég nenni ekki krimum. Þú ert ekki hrifinn af því? Nei, ég var svolítið, hafði gaman að lesa krimma, sko, en ég bara einhvern veginn. En eins og íslenska bækur, lestu aðalega eftir enska, eða hvernig er það? Nei, ég fer bara núna þegar, sko, þessi bókavertið er að byrja, þá kemur svona ákveðin spenn í mig, þá fer ég svolítið mikið í bókabúðunar og sjá svona hvað er að koma, hvað er nýtt stöff er að koma, hvað ungt fólk er að koma með bækur. Já. Og það finnst mér mjög gaman, sko. Það er bara svona yngri höfundar. Já. En nú ég var að segja það, ég er að skrifa bók. Já. Og þegar hún kemur út, markmið mitt er hún koma út fyrir það næstu jól, þess að 2021. Já. Það er takmarkið mitt. Og núna er ég að segja til þættinum, þá er ég að setja smá pressu sjálf á mig. Já, ég skal fylgjast með þessu. Þú verður að lesa hana, Bjarni. Ég skal lofa því. Það ekki? Jú, sjálfsögðu. Þetta verður svona, kannski ekki meint krimmi, þetta verður svona spennusa. Já. Hvað líst þér á það? Mér líst vel að, þú ert náttúrulega, sko, djúpt lærður í Ameríku í skrifum. En af hverju ekki? Já, djúpt lærður, ég mjög að þú sagði það. Já. Ég læri alltaf eitthvað. Já. Þetta er spennandi. Já, ég byrðum alltaf að ég eftir það eftir að kemur hérna frá þér handrið, sko. Já, og þú sagði líka einu sinni við mig. Þá sagði þú að ég þyrfti ekkert síðan að búið til karakter. Skynni huga á þér. Já. En þú sagði líka, þú kannski múin að gleyma þessu, en þú sagði líka að hann yrði að vera hetjan. Já. Og ég er ekki múin að gleyma þessu. Og ég er alveg búin að hugsa það. Einhvern daginn, þá á ég eftir að búið til einhverja hetju. Og hún heiti Bjarni. Já. Og hún verður skynni huga á þér. Pældi, svo kannski, sko, þegar þú skrölda með mig, sko, á Óskarinn, þegar ég er á 94 ára, rúlaði mér inn á Óskar. Þegar við erum að fara að horfa á þessa mynd og taka við veljunum. Já. Ég veist að djóka með mamma og pappa, satt bara, ég verða að gera mynd, bara fljótlega, einhvern tímann. Og mamma og pappa segja mér líka bara, þú verðar að gera hann út reypu, sko. Þannig að þetta er press. Já, það er mörg pressan á því núna. Já, ég er að gera bók, ég er að gera einhverja bíómynd. Já, ég skal tala um þetta fullt af fólki líka, sko. Já. Þá ekst pressan eða þá meira. Já, þú meina það. En er ég ekki að setja svona, kannski óþarf að pressa sjálf mig núna með því að tala um þetta? Nei, svona á að setja pressan á sig, sko. Já, þú meina það? Já. Til þess að ná einhverju svona markmiðum? Já, ég vinn alltaf svona. Það? Já. Hvernig er það? Bara, ég segi, ég ætla að gera þetta svona. Eða, ef eitthvað segir þú bara getur þetta ekki. Þá bara kviknar á mér, sko. Já, það verður þá bara ennþá æstra í að ná þessu. Já, þá nægi, þá veit ég næði, sko. En hvað finnst þér eins og ég hef stundum talað um þessu podcasti, að mér finnst svona mikilvægt að fólk eldi draumana sína. Alveg saman hvað það er. Já, sammálaði. Hvað stendur þar? Þetta sammála því? Ég er algjörlega sammálaði. Af hverju finnst það að skipta máli? Bara þá líður þér svo vel, sko. Þú bara að gera það sem þér líður vel með. Ekki vera að vinna fyrir einhvern annan, sko. Já, sem kannski nennir ekki einu sinni og... Nei, og hefur einhver áhuga á eða neitt, sko. Og þannig á þetta að vera. Já. Ég meina eins og þegar ég skilur hætt í Eplið, frábært fyrirtæki og allir, svo hvað er þetta að gera þetta maður? Ég bara, ég hef ekki áhuga á þessu lengur. Nei. Ég þarf að gera eitthvað annað. Þú fannst þú að finna bara fyrir því að langaði að fara að gera eitthvað nýtt? En ég geta haldið áfram bara upp á peningin, sko. Já. En það er ekki allt? Það er ekki neitt. Nei. Það er bara ekki þannig, sko. En hvað finnst þú að hafa þá lært í gegnum öll þessi ár í þessum business
Þetta snýst auðvitað að velta og græða eitthvað pening en ertu búin að komast að því að það er kannski ekki númer 1 eða? Ég vera bara, sko, það er svo margir sem eru stressaðir. Já. Vera ekki stressaðir. Og þetta getur litið allskis út og illa út en ekki vera stressaðir. Bara mættu þessu eins og það kemur og svo bara klárar það með einhverjum hætti. Og þá finnst þér þetta orðið gaman, sko. Já, tekur einhvern veginn af þér þessar áhyggjur þá eða? Já, þegar maður var yngri þá var maður alltaf með endalins áhyggjur og svo ekki á nóttinni Ég hef búin að komast að því sjálfur, bara á stuttum tíma, sérstaklega þegar ég byrjaði með þetta podcast, að maður græðir ekkert á því að hafa eitthvað áhyggjur. Græðir ekkert á því? Ekki neitt. Alveg bókstaf, þú græðir ekkert á því. Og á maður þá ekki frekar í staðan fyrir að vera að hugsa eitthvað svona áhyggjur fram í tíman. Eins og með podcastið, hlustar enginn á þetta, enginn horfa á þetta gengur ekki. Og ekki bara frekar að gera þetta og sjá hvað gerist. Jú. En það er ekki bara alltaf málið. Já, allan að, sko, í vestafalli þá var þetta bara gaman. Já, nákvæmlega. Það er þessi hugsa. Þú veist, í vestafalli, þá á ég alltaf þetta samtal okkar hérna saman. Já. Og mér finnst þetta búið skemmtilega. Á teipi. Á teipi. Bæði vídeo og hljóði. Já. En ég vil langar líka að spyrja það eins og ditt. Af því að þú ert búin að tala um þetta núna, eins og taka stressið af og svona og hafa gaman að þessu. Eins og með strákana þína, það var börnin þín. Ertu mikið að setja þetta í þig? Nei, ég passa mig á því að vera ekki að íta ykkur að þeim. Maður hugsaður auðvitað, vildi ég að þeir væri í val, skiluru, að ég held með val og allt það, sko. Ég skilji. En þeir eru bara í fylki og búa hérna í hverfinu og bara gera það sem þeim langar til að gera, sko. Og það er ekkert svona eins og ef að þeir koma með ykkur hugmynd að þeir langar til að prófa þetta að gera hitt, hvort það er íþróttir eða eitthvað annað. Þú bara styður það þá í því. Já, ég bara tek undir allar góðar hugmyndir, sko. Já. Þið finnst það skipta miklu máli? Já, sjálfsögðu. Ég er bara eins og eldri sonur minn, hann langar alltaf inn að syngja í jólalögum Björgvins. Já. Og hann bara fór að tóka upp sjálfur og söng og komst inn og hérna stóð sér bara aðeinslega vel og búin að vera þarna á hverju ári núna í nokkur ár. Svo er hann komin í, sko er hann að leggja Kardifumbæinn núna, svo er plöggum að Kardifumbæinn. Já. En í eðli sínu er hann íþróttamaður. Hún langar mest að vera í íþróttum. Og ég styð hann alveg heilsigur því ef hann bara myndi vilja hætta, sko. Þannig ef hann myndi segja við, hann er hvað gamall þá í dag? Hann er 12 ára. Hann er 12 ára. Ef hann myndi bara segja þér, pabbi, ég með nokkur aðtunumar í fótbolta. Hann er vísum að segja það en nokkur. Er hann búin að segja? Já. Það myndi þú að bara segja alltaf bara, herru, frábært, bara kýlda það. Bara góð hugmynd. Já. Finnst þetta vera algengt að fólk hugsa svona? Ég veit það ekki alveg, sko. Man sér þetta, sko, maður fer á sér krakkamót, sko, út á landi, sko. Þetta er rosalega pressa, foreldra pressa á börnin, sko. Já. Fólk er alveg bara crazy, sko. Man bara trúir sér vel, sko. Nei. Í staðan fyrir bara að hafa gaman hans, sko. Nei, ég held bara hver á að vera eins og hann er, sko. Já. Og þannig er hann bestur. Veist það bara svolítið áhægt að pæla í þessu út frá að ég er að fara einhvers barn núna í janúar. Já. Vissir þú það? Nei. Þú vissir það ekki? Nei. Fyrsta barnið mitt? Til hamingju. Takk fyrir það. Takk fyrir því. Skála fyrir því. Það verður strákur. Og þetta, ég er alveg búin að pæla mikið í þessu, eins og sambandi þetta, þú veist, nú hef ég áhuga í þessu. En það þarf ekki að þýða að hann eftir að áhuga á því. Og ég er ekkert að trúa á því á hann. Nei, það er ekki þannig, sko. Ég held bara endilla. Ef ég hef síðan að gera, sko. Já, nema hún finnst þú æðislegur og bara vill vera eins og þú. Kannski. Nei, menn eins og með bíómyndir. Ég fekk það svolítið á pappa. Pappi er svolítið svona, hann ítti ekkert á mig, en ég meðtók það. En svo hann líka voru sem ekki svona græjukall. Hann var að vinna á gröfu, jarðítu, og hann var ofta að reyna að svona íta mér í átt af því. Gaf mér í jólagjöfinu sem ég á krakki fjastir að gröfu. Nei, fjastir að jarðítu. Mér fannst það ömurlegt. Fannst það bara hundleðilegt. Og ég er mjög ólíkur að því leitum til. Hann er svona meira að vinna með höndum, ég er svona meira með, þú veist, að spjalla núna við fólk og svona. En ég er búin að ákveða það með bandið mitt, ég ætla ekki að þrýsta neitt á hann. Nei, ég veit ekki gera það. Stiga menn í það sem ég langar til að gera, sko. Ég var samt heppinn með þessa drengi mína að sko afið þeirra var Gísli Rúnar Jónsson. Já. Og hann hérna var ofta að passa fyrir okkur. Okkur langaði að fara út að borða eitthvað slið, sko. Já. Þá kom hann og tók með yfir 3 myndir, sko. Og fór almennilega í gegnum þetta, sko.
Já, það? Var hann að sýna það okkur á myndir? Já, en hann gerir svona, ég vissi það ekki fyrir hann var dáinn, sko, að þá sendi hann eldri skaurin, sko, þá fekk hann svona kannski 6 myndir til að veljúr. Nei. Svo voru teknað 3. Og voru það bara alls konar myndir eða væntanlega eitthvað sem hendaði þeim? Já, mikill svona hasar náttúrulega og allt það, sko. En Gísli var alveg bara, hann vissi allt bíómyndir, sko. Það hefur verið gaman bara að fá kallinn. Það hefði verið algjör. Já. Við náðum ekki í þessu lífi, en hann bara vissi allt bíómyndir og leiklist bara, það var eins og Alfred orðabók, sko. Og finnst þér þá eins og elsti strákur, þú veist að hann er að leika líka. Finnst þér svona að hann hafi smittast á honum? Nei, hann er ekki þessu leið, sko. Ekki? Þetta var eitthvað sem hún langaði að fara að syngja á svo einhvern veginn. Þegar þessi krakkar svona, fólk verið vart við þá kannski vilja menn fá því pröfur í leikhúsunum og svona, sko. Þau geta sungið og kannski dansað og leikið eitthvað, sko. En hann náttúrulega að miklu leikar ættum, sko. Já, það ekki? Jú. Það svolítið mikið í hans ætt. Já. Ekki frændans, það ekki Björgvin? Björgvin Frans og amma sem náttúrulega Edda Björgvins og þetta mikið listafólkið, leiklistafólk á þeim vegnum, sko. En hvernig er það alltaf, þess að það er eitthvað fjölskyldubóð og eitthvað slíkt? Er mikið talað svona? Leiklist og list og skapa og... Nei, það er bara ekkert svo leið, sko. Ekkert svo leið? Nei, ekkert. Þetta er svo mikið nefnilega í ættinni, sko? Nei, ég held að þetta svona... Þetta er eins og það væri margir smiðir, skilur, þá eru menn ekkert mikið að tala um. Nei, það er góða punktur. Smíðamennsku, sko. Góða punktur. Það er kannski fólki lítur á þetta sem svona vinnu og það er kannski gaman að tala um hana. Já. Það er líka ágætt að vera ekki alltaf að tala um það sama, það sem það vinnaði, sko. Nei, ég fengi fólkinga til mín sem að þau kannski farið í önnu podcast og að gera eitthvað svona aðra hluti og þeim finnst gaman að tala kannski eitthvað svona aðeins öðruvísi heldur við vöna að gera. Já, það er alltaf gaman að gera. Það er nöðsilegt. Já, bara nöðsilegt. Algjörlega. Herðu, ekki bara fara að slúta þessu Bjarni? Jú. Þetta er bara búið að vera fínt. Þetta er bara mjög fínt og ég er bara ánægð með hann að þátt hjá þér. Já, takk hérlega og þessi pési vel sé hérna á borðinu. Þetta pési drast. Bara takk hérlega fyrir að koma, þetta var mjög skemmtilegt. Takk fyrir mig.